Svo mitt líka það þegar maður horfir á þessu mynd og bara, ok, segjum svo ég ætla að kaupa þessi spil sem þú ert að sýna mér. Ok, ég skal kaupa það að Palpatine komin aftur. Ég skal kaupa allar þróunarnir sem þú ert að leika þér með. Þá samt sem áður ertu með mynd sem bara fetch quest hérna, sækjum hvert með guffinu eftir öðru sem leiður okkur bara í einhvern hálfvitaskap. Líka bara hversu contrived þetta þarf alltaf að vera svo myndin haldi áfram. Þú veist, þessi hnífur er búin að drepa einhverja, þú veist, there's great evil in this. Eitthvað, Rey, þú ert með sverðið hans Anakins, hann draf börn og bara fullt af einhverju liði, þú veist. Ég held að vera að tala hnífinn sem fullkomlega að læna upp við, þú veist. Jó, ég að tala hann. Besta rústirnar. Já, ég að tala hann. Þau finna einhvern hníf svona, það eitthvað svona dark force við og síðan dragaðu út eitthvað svona pinna að þau standa akkurat á réttu stað sem sýnir hvað þetta hver bjóð til hann hníf og af hverju er hann með eitthvað svona og líka svo veist, samkvæmt George Lucas þá bjó Anakin til C-3PO og það er eitthvað tungumál the Sith language sem hann má ekki translata ok, sure, kannski fekk hann þú veist, keifta bara setti bara eitthvað svona pre-made language pack inn í hann það sem þetta bannað en af hverju er eitthvað ancient Sith language í C-3PO Mér finnst það ekki samt nærið heimskulegt og það þegar voru þess að 10.000 Star Destroyera sem allir og þeir geta ekki einu sinni vísað sko upp á við út af því að það er eitthvað beacon sem kemur í veg fyrir það Já, einmitt